En það bar til þessar mundir að boð kom frá Ágústusi keisara að skrásetja skyldi alla heimsbyggðina. Þetta var fyrsta skrásetning sem gerð var þá Kýrenes var landsstjóri á Sýrlandi. Fóru þá allir til að láta skrásetja sig, hver til sinna borgar. Þá yrði Jósef og Galileu frá borginni Nasaret upp til Júdeu til borgardals sem heitir Betlehem, en hann var ætt og kyni Davíðs. Hann fór til að skrásetja sig ásamt maður einkonu sinni sem var þungur. En meðan þau voru þar kom sá tími hún skyldi verða léttari. Jósef, barnið að koma. Við skulum athuga hvort við fáum verst herbergi á þessum hótelum. Veit ég, það ekki flest pláss hjá mér, en þið getið kannski sofið þarna í fjárhúsinu. Sagan er að sofa í þessu fjárhúsi. Hætti hún þá son sinn fullketti, vafði hann, reif upp og klæddi hann í jörðina. Skyndilega stóð enginn drottins hjá þeim og dyr Drottins hljómaði í kringum þá. Þeir urðu mjög hræddir, en enginn sagði við þá. Þið óhrædd, sjáið voða, eru mikil fuglar sem veit öllu vinum. Yður einn dag frelsari fæddur sem Kristus Drottins borgari og hafið þetta til mark sem þið ungna dreifa barn í jörð.
og fundu Maríu og Jósef og ungbarnið sem lá í jötu. Þegar þeir sáu barn þetta og allir skyndilega og þeir fóru með skyndi fundu Maríu og Jósef og ungbarnið sem lá í jötu og þeir fóru og þegar þeir sáu það skýrðu þeir frá því þeim hafði verið sagt barn þetta og allir sem heyrðu undruðust það hirðarnir sögðu þeim. Á sama tíma höfðu viðingar frá fjarlægu landi sem nýjar stjörnur á himninum. Þeir vissu að þessi stjarna táknar að nýr konungur væri fæddur. Þarna stjarna sem skærði sig og fyrir á annarri á nóttum sem fæddur Það var geggjað. En annað grunn var það fyrir allir að setja á Eternot. Já. En næsta svið restin af öðrum bekk og þriðji bekkur sem flytur leikritið Tröllin Skarljóðanum. Sagan sjálf eftir Dr. Seuss en Þorsteinn Valdimarsson þýddi vísurnar í risasvið sem kemur að fluta. Það er erum að þriðja bekk. Trölla var illa við jólin, að stjóla haldið eins og að lægði sig. Ég veit af hverju, svo ekki til eins að spyrja mig. En einn sönnunaður
Þórðar hjarta þykir skrítið, en hjarta hefur verið 2 númerum á lítið. Og var nefnir eins ínaði ís og þá rosti. Það var hann 10 gröna grílu, hoppagólf og spóla bílum. Svo bera þeir veislu mat á borð og nú snætt og kjöt, svonefnd jólasteik, það kalla ég varla ætt. Og nú komið að því sem allra versti. Hver sá í þeim bæ og þar með smáfólkið allir halda sig hendur. Og þessi þeir fara að syngja og syngja. Ég þetta í mannsaldur og alltaf vestnaða. Eitthvað verði að taka til bræðs. Og það hugmast eitthvað hræðir eftir á. Hreint og bömba og föðu eitthvað hræðir eftir á. Nú veit ég hvað þetta texta. Sagði tröllið reyti. Sem jólasveinn á í leikist. Svo sleikti hann tómum pokanum og sleðakannig sinn og sleppti í góði snæpa sem stóð þar tilbúinn. Lognvöldin hrættur, ljósið hrætti að sjá, á lífi í glugga þar inni streymir þá. Hann gengur að hrista húsinu, en guðar ekki á skjá. Svo styrkti hann sig niður leikháin eins og jólasveinn siður, með sekki undir hendi og reyndra komst hann niður. Svo læddist hann allt svo eldingarsnarra óður hafði hann fundið allar jólagjafirnar. Sælgæti, myndbönd, bækur og brúður, byssur og tindóttar raskat og lúður. Það týndi hann allt í pokann og dró skálkurinn, svo tróð þeim kirfilega upp um reykháfinn. Svo hrifsaði hann til, en hvað var nú það sem hann heyrði, lítið fugl að skríkja eða hvað? Hann snerist á hæli og sjónir að sjá. Lítil stúlka, hún var aðeins 2 þá, svona indælskýri, hann var undrandi á því. Því það var með tréð okkar jólasveinn, því. Og nú laug hann sig undir klípunni, lambið eftir tenn, eitt ljós og fremur eftir mínu. Gott rall og skemmt. Nú skrifur bónum og finnst að ekkert af jólunum. Nú héraði tröllið og heyrði lágt. Hljóð sem steig í loftið blá, í fyrstu veit sem voldist og hátt. En það steig eitt til himins á hrygg og geði, það var hljóm og gleði. Allir þeir niður í þeim bæ, þeir öldnu og þeir ungu, og allslausu stæði þeir sungu. Svo það varð ekki komið í veg fyrir jólin, þau voru það rétt eins og sólin. Þau fórstu ekki verslun á borðum, þau verðu kannski ekki lýst með orðum. Og hvað sem meira, því var býsla daginn, að hjartaði trölla hefði stækkað þann daginn. Það lókin í þann bæ, allt sem hann tók var afnefnt með skýrum hvert leikon þeir bók. Einasta snitti og gangur og tetur sem hann tók, gerir aðrir stórþjófar betur.
Svo hlýddi hann á sönginn og horfði á leikina. Og hann tröllið sjálfur skar jólasteikina. Veikið þið. Unathan, það enginn bannað. Með hjörtum og slag fyrir hvert annað. Þetta er ég. Jóna, ef þú verður tröllur, hvað myndir þú fara í jólamat? Ég myndi fá mér dýrindislauk og skólaði nefnir djöfnsu. Ok. Hamborgarna sem gjörðum saman bara vel fyrir mér. Allavega, næsta svið skvísunar ég, Eldi og Lea og Víkingur og Piano og við ætlum að flytja fyrir lagi Jólin okkar. Gefum okkur gott klapp. Jólin eru hjartaljós og knús, mig langar pipa kökuhús. Jólin eru minningin það sem einhvern tímann tók sinn hjartastað og settist að. Jólin eru gleði og glaði blóm, minn sem verður forðað tóm. Jólin eru andlitsendingin þegar brosa eftir vendingin í svefnhúsin. Jólin eru okkar og allt sem fylgir þeim. Við einnig töfra heim. Jólin eru okkar og hvernig sem allt fer, ég óska mér að eiga þeim með
hersins, að eiga þig með þér. Takk fyrir okkur. Vá, þetta var svakalegt. Takk fyrir okkur. En jæja, höldum áfram. Næsta svið er 4. og 5. bekkur með leikriti þegar jólin komu of seint. Það er samið af Þórunni Pálsdóttur og er byggt á samnefndri sögu úr bókinni Jólasögur frá ýmsum löndum sem Eiríkur Sigurðsson tók saman. Að leikrinu loknu sýndum við heimssymbol og spila á bjöllur. Gefum brjáluð fagnaðarlæti. Bless, pappa minn, bless, Sigurður minn. Þetta var aðfangadag jóla, klukkan var orðin 5 og Sigurður húsfreyja í Engisvík var að vonast eftir bónda sínum úr kaupstaðnum. Guð hjálpi mér ef hann hressir. Helgi Bjössi vinnumaður höfðu farið í kaupstaðinn yfir heiðina daginn áður. Þeir fóru til að selja rjúpurnar sem þeir höfðu veitt og ætlaði Helgi að kaupa eitthvað til jólanna handa heimilinu og jólagjafir handa börnunum. Sástu pappa? Er hann ekki komið jólagjafirnar? Nei, börnin mín, ég sá ekkert til pappa hér. Hún drífa henni hérna og vonandi er allan fyrir heim síðar í kvöld. En nú skulu þeir krakkarnir spara í fötin og svo borða við jólamatinn. Skólinn var hann rétt á hann. Nú var hann horfinn. Hér er hann. Þetta er ekki skólinn í Rúna, þetta er Steina. Hann hefur farið í skólann svona svo annan fótinn en það er vitleysingar. Þú getur sjálf verið vitlaus. Hvað er ósköpunum gengur á? Svona veður stillt. Jólin komið til óþekkjanlega. Sigríður mín, kjötið er orðið fullsoðið. Yey! Skyldi pabbi og Bjössi komast yfir heiðina í þessu dimmviðri? Góði Guð, hjálpa pabba okkar heim. Fjölskyldan byrjar að borða möndulbrauðið. Þrátt fyrir að Helgi og Bjössi vera enn ókomnir. En það var klukkan 7 þetta óvenjulega aðfangadagskvöld. Steinviti hleypti möndluna og verðurinn voru ofurlíkur tuskubúða sem að mamma þeirra var búið til. Gjörðu svo vel, Steina mín. Fátt var til að gera jólaverk fyrir börnin á máltíð lokinni. Þó fann Sigurður 2 kerti og kveikti á þeim. Þegar búið var að taka til á borðinu þá sátu þau við það og Kalli las þeim sögu. Það var sagan af sumarlífi. Og Jósi og María ekki til Egyptalands með Jesúbarnið. Það er alveg rétt af barnið. Það mástu hvers vegna. Af því að konunginn ætlaði að drepa barnið. Það er alveg rétt af barnið. Kvöldið leið og ekki batnaði veðrið. Börnunum fannst þetta ekki vera venjulegt jólakvöld. Ekki var hægt að kveikja í jólatrénu því engin kerti voru til og svo fannst mamma þeirra vera svo dauf. Líklega var hún hrædd pappa þeirra. Það var einhver uggur og dapurleiki um kvöldinu. Kannalykli leit oft út úr gluggann. Hvers vegna kemur pabbi ekki? Veðrið hefur tæpum, hann hlýtur að koma bráðum. Hvers vegna var
ekki eins og jólunum í fyrra. Af því að pabbi er með jólaeplin sem þú færð þau á morgun. Skömmu síðar fór það Sigurður að finna að hjálpa börnum. Sigurður sagði það til Jesúbarninu og þekkti hann. Hvenær kemur pabbi með flugvélina handa mér? Og bíl handa mér? Og spil handa mér. Takk ekki meira náttúrunni. Þið fáið bílinn og flugvélina á morgun. Börnin fóru með bænirnar sínar og sofnuðu bráðlega. Öll nema Kalli. Mamma, skildi pabbi og Bjössi rata yfir heiðina í þessu dimmviðri? Við skulum vona það, vinur. Við skulum biðja þess að vopnin megi haldast í nótt. Guð gefi þér góða nótt, Kalli minn. En Sigurður vakti fram eftir nóttu. Hún hlustaði, en ekkert heyrðist. Úti var sama snjódríðan, ef okkur hélst. Þegar liðið var á nóttu, háttaði Sigurður einnig, en gekk illa að sofna. Loks sofnaði hún þó, og nóttin hægt að lauk. En þegar fólkið Indíu vaknaði á jóladagsmorgun voru Helgi og Bjössi enn komnir. Veður var bjart og stillt og mikil snjór. Mamma, pabbi kom með bílinn minn Og flugvélina mína. Og spilið mitt. Pabbi þarf enn ókominn, krakkar mínir. Ég vil bara engin jólagjafir enn komin. Ekki fyrir nein jólaepli og engar jólagjafir. Já, það er alveg satt, það er ekkert jólað. Jóladagsmorgunin leið hægur og kyrrlátur. Börnin voru að bíða eftir að jólin kæmu að Engilsmið. Upp á miðjum degi var allt í einu uppi fótur og fýta bænum. Úti á einn sá koma menn með hesta í teimi. Þegar Helgi og Bjössi teymdu hesta sína að bænum stóð allt heimilisfólkið fyrir dyrum úti og bauð þau velkomna. Gleðileg jól öllum. Gleðileg jól. Pabbi, gaman að sjá þig. Hvar eru jólagjafirnar? Það er jólaeplin. Þessi flugvélina. Hvað sé ljós, pabbi? Svona, við erum öll róleg. Guð sem lofaði komnir heim og heyra á húfi. Við varum svo áhyggjufull. Það var engin leið að komast í gegnum þetta veður. Upp úr pokum komu ekki aðeins jólaeplin, heldur einnig alls konar jólagjafir til barnanna. Bílar, flugvélar, sögubækur, myndabækur, spil, kerti og fataefni og margt fleira. Nú eru andlit barnanna að einu brosi. Þau kysstu pabba sinn hvert eftir annað. Augun ljómuðu og fögnuðu og þau fóru strax að reyna nýju leikföngin á gólfinu og bitu hvert í sitt epli. Þakkinn og mömmu okkar fyrir. Gjafirnar eru líka frá henni. Nú eru jólin komin. Já, nú eru komin.
Og það var satt. Nú voru jólin komin. Það Engilíð með komu pabba og Bjössa hér einu sólarhring síðar vant var. Í Engilíð ríkti hinn sanna jólagleði. Það var auðvitað gaman að fá jólagjafirnar, en það var enn betra að fá pabba og Bjössa aftur. Og Sóldís, hefðum við leikið eitthvað svona vel og spilað á þessu götur? Nei, það alls ekki. Þetta var geggjað. En næst í 6. bekk. Leikið þeirra heitir Jólasveinar í atvinnuleik. Þetta er leikið eftir Bæring sem samdi fyrir nokkrum árum. En 6. bekk betur ekki aðeins. Leikið er Jólasveina sem er komin með ná að því að búa til leikfeng og fara að leika sig annar veginn. Hvernig ætti það með það? Við bara komast að því. Sjáum við ekki. Gjörðu svo vel! Jæja, drenginni, hvað þessi þetta er að gera? Það er ekki mánuður til jóla og enn ekki nótt til að undirbúa jólagjafirnar. Og því ég bara nenni svo fram ekki lengur. Nei, ekki heldur. Og ekki ég. Verður þú ekki gera stóran stúr, en það fællir. Þetta er nú ekki spurning um að nærmast okkar. Við verðum að sinna okkar skyldum og hugsa ykkur börnin og hvað við verðum að leiða mæta í dag fyrir jól. Þessi krakkar verður bara ódegraðar. Já, ódegraðar að einhverja Já, þú verður að klása og kýsa þetta. Kunna bara ekki gott að leita ykkur. Nei, hvaða, látið ykkur svo. alveg ekki að þessu. Nutt sakna að þessu.
kjöti. En það ekkert skrúfið. Segðu það ekki sögur. Ég veit ég geti sagt til það bóndaskýrur, en ég sé bara ekki glóru. Guðgeir, ránaði með glóru við þig. Það er fullkomið fyrir mig að borga fyrir að sleikja föður. Ég veit hvað ráð, að borða sér og að sérstækja og verið þeim í mér. Ekki spurning. Hvað? Ykkur ekki aldara? Þið get ekki bara farið. Og sjáðu bara hér, doktorsrannsóknar deilist eftir tveimur sérfræðingum til starfa. Það er fyrst að vera framlega nýtt þjónustig og vera að leita til sérfræðing. Sérfræðingur þarf engin hæfileg starf en þér. Fílingur, þú mjólkurfræðingur fræði. Ég fór að ræða þetta í skóla. Skólabók. Það er lífsfélagsta sem getur í maður. Þú hefur höfðu og fleiri mjólkurstöðum í gegnum árin en hægt að telja á fingur og takmarka. Við hefur verið bæst rannsókn í áhengu. Mæna, já. Hvað er mjólkurtakmarinn skýrir fyrir einhvern veginn? Hvað bílavartu á rauðaragaugrindi til? Það ekki að ég henni það. Og elsku hjartastubba stúfurinn minn, vertu nú ekki að hætta að rúna þessum bílum. Þú er svo lítill að ég sjá þig ekki einu sinni. Og pabbi hætti að kalla mig stubba á stöðu og ég er ekki svo lítill. Ég get að gert alltaf sama. Þannig að til. Nei, hvað er það? Auðvitað getum við ímyndið stúfur minn. Passaði bara hvað er ekki vinni í maturverslunni. Af hverju? Því vörum verður eins og það. En að öllu gríni slepptu þá var þetta bílaverslunar rauðleg starfsmenn. Það er nú óttalega jólasna þarna á verkstæðinu. Við keppnisleikir ætlum að fara fyrir í hóp. Hann er einn að flytta þegar með mér. Svo hann er afgjörsuna í bakaríum heldur. Setti gamla í handar. En hvað er ofnum líka það er? Ég hef bara áfram því sem ég er að gera núna. Ég er búin að vera að hugsa jútverk. Ég er búin að vakna í 2 ár. Hvað gerir það júlið? Ímislegt, við erum alveg tölvuleiki, svo eitthvað hvað sem við erum til í leiðinni. Og nefnir einhver orð á það? Já, ég er um þeim að eftir næsta stundina. Þú veist að móðum hættin okkar, mamma þau brjálu. Nei, ég sem kannist, þú veist það er 5 sem eru að skræpa rásina mína. Og þú skilja að þú veist þú. Og ætti að segja þetta alltaf. Ég er orðið stór. Ég er 1080 ára gammal kall. Þó sem ég sé ekki sáttnum þinni, get ég gert alltaf fram. Sannlega til þetta sjóka fórsinn eitthvað. Stúfur, ekki fara, stúfur. Jæja, best að skellið fyrir góðgetið og YouTube fyrir háttinn. Þeir eru 5 klukkagægir, 5. Já, þá var eftir einn. Það var bara eftir að undirbúa jólagjöf til 34.267 börn. Þannig ég væri með þú bara að haska þér. Já, þetta var ljóta vitleysa. Hurðarskellingræði skilði eftir með allan undirbúningi. Þegar bræðin var starfast við byggð þegar leita nýri vinnum. Hótaskýrt, askasleikir og þörsteikir eru þegar mættir á leirupakka og láta þær endur standa frá hverjum. Jæja, drengur, reyna að gera vel. Sannarlega, ég hef ekki aðra eins og þessum á undirbúningi. Ég er nú samt að segja að vera ansi sattir hennar. Allt er þetta leiðan að fram með aldrei hægt að borða. Þetta er ekki vantakað á þér að þessu. Svona nú er þetta góð fólk fyrir aðstæða fyrir aðrendum. Þá var eins og þú búin að sleikna hvað þau fyrir. Jæja, pilta. Það er ekki að við erum búin að fá kvartar undir að lyfta matið til honum. Er ekki ábyggjað á það líka fyrir honum skók? Er ekki ábyggjað á það sá bjöfasnumni? Þegar matið til fram og hvernig gengur það? Hvað í ósköpunum gengur hér á? Er að sleikja matið til honum? Jón, ekki hvað með þessu aðrendum. Hún er góð. Reyna tilbaka. Hann er eitthvað þess. Ég var ekki auðvitað tekið. Komum við nú. Og aldrei varst sjást hér framma. Það er nú meira vantarlæti. Þetta verður meira til að ég stéttafélagi fyrir Það er launin. Út með þig! Já, þetta var nú kostuleg sjón. Þegar þú
Og svo eru það mjólkurfræðingarnir. Giljabjörn datt á hann í stóra mjólkurtanki þegar hann laumaðist til að fleyta fröðinu ofan hann og hella þurfti öllu saman. Jólaskýran endaði svo allt saman í maganum á skipinu sem ló óvíður eftir með magapínu. Já, svo er það kyntókur og bjúkratæki. Anna Björg í Hróstaðahelli gómaði 14 þá með ógrynna hrossabjúm og hangiketti innanfæðar og setti á raklista kaldan klakan. Alma bakari fékk svo ýmsi holskefnu partara þar sem óánægði viðskiptavinni kostuðu sáran því að heljarinnar far var að finna í öllu bakarsinu, slúðum og tertum. Að því virtist eftir Heljarsons net. Gátt að þau greip var rekin á staðnum og sendur til Afríku. Pabbi, Já, hvað er það hugmyndin minn? ég var að klára með bíl. Hver er staðan með jólagjafalistanum núna? Það mun vera 34.267 böndæknumjóðurinn Og eftir að grínast, ég var aldrei búin. og hafði ekki svo miklar áhyggjur kúturinn. Sko, þarna kom bræður þínir í öðrum. Bræður, eru þið komnir? Mikið er í tauinu. Já, veistu hvað bröðsætt, við komumst að því að grasið er reynir grænna heim við henni. Það er allt kemur til alls, það eru bara flottir jólasveinar og ætlum að halda okkur við það. Svona langar að hendur státa núna endurreikir. Það gæði skapið til jólas. Við var einn stúk. Já, hann er líka út að baka eitthvað. Það er ekki að það verður steg. Bræður, sjáum við hérna á hossinni. Hvað er þetta samt til að því ég kom ekki? Við höfum ekki tíma fyrir þess. Við erum að leta bróður. Það er svona reyna, ég er búin að reyna hann. Svofðu við, það var það. Það var myndið sem við kom það. Nei, hann er nú verið á hossinni. Það er hugnarsæki. Hér stendur að hann hafi einhverja verðlauna og er á leið til trýningarnir frá heimskemni fyrir Íslandsöf. Það sagði að koma á hossinna. Hvað er það? Já, drauginir, margur er klár, góðdags er smár. Þar höfum við það. Næsta svið fáum við skvísuna aftur en í þetta skipti ætlum við að syngja lagið Eitt undir eftir jólum. Það sem tókum við kjöpt okkur alltaf í myndinni Anastasi. Gefum okkur brjálaði fagnaðarlæti.
Næsta svið er síðasta leikrit í dag. Það eru 7. og 8. bekkur með leikritið Jól á Alþingi sem við samtum sjálf. Það verður áhugavert að sjá hvernig jólin er þessi dag á Alþingi okkar. Leikritið er sett á svið undir stjórn Sóleyjar, Mörtu og Brynju. Gefið þeim gott og æðislegt klapp. Jæja, þetta er það síðasta fundur fyrir jól. Ekkert sérstakt er á dagskrá nema kannski að salta lokin. En við frestum því bara auðvitað fram yfir áramót. Þá sé ég bara þessi fundi slip. Nú, hvað verið þið? Eigið þið bara ekki undirbúa jólin? Já, ég meina nei, við erum hér vegna þess að langþreyttri stöð sem þið eru búin að koma fyrir. Ég er bara ekki lengur viss hvort ég sé jólasveina samt að starfandi smáfólk. Verðbólgan er aðeins líka að kostum við meira fram til bæinn en yfir skóin. Það er komið tími til að vera að leggja þessi málum í lið. Okkur jólasveinunum. Sko, jólin er bara þegar slungin. Ef við bætum ykkur við, þurfum að rukka landsmenn jólasveingjöld frá fæðingu. Þetta er að vera andskotans hýttis að það er búið að snýta þessu hluti. Já, það er einhver jólaklökk til öllu tónlistar eftir 45 mínútur. Já, við höfum engan tíma til að hlusta þennan grenjandi minni hluta. Ekkert mál, við það. Við leysum þetta bara einn á. Það var bjóðum vinnandi í Noregi með miklu betri launum. Og með fullt af peningum, eins og afslátt og skýri, einsetta ljósum frá beint frá bíli. Ræðum, við fáum afhættina hér í Íslandi og veitum að tilbúin að styrkja um strákana. Já, ég er ekki jólavegar í Íslandi. Já, það er nóg að vandamálum fyrir. Við þurfum ekki jólaköp líka. Ef jólasveinar fara til Noregs þá vissu allt fylgið á börnunum. Og foreldrunum líka. Hver er ríkisstjórn sem eyðileggur jólin? Ef þeir fara til Noregs þá fá Norðmenn betri jólasveina en við. Þeir eru nú þegar betra menntakerfi. Við viljum ekki missa jólin til þeirra líka. Tala nú ekki gatnakerfi. Við verðum að bregðast við þessu. Því hann brjálast ef jólasveinan tala. Já, það er nóg að vandamálum fyrir. Við þurfum ekki jólaköp líka. Ég sé að hér er komið vilji til sátta. Ég legg til að jólasveinarnir fá að taka til máls hvert fyrir sig. Ríkisstjórnin skal heyra á raddir jólasveinanna áður en ákvörðun er tekin. Gjörðu svo vel, sekretær, þú byrjar og svo kolli á kolli. Já, sko, það er þannig að ég kemst ekki til neinn fjárhús lengur. Ætlar hann með eftirskjör en landhelgisgæslan. Gylfagur. Það er einmitt svipað eftirlitskerfi sem blessuðu fjósinu, en það sem er erfiðast fyrir mig er að komast í fróðuna. Á síðustu jólum datt ég ofan í tankinn í Gullfossar. Ábóndi þurfti að veiða mig upp með björgunarkút. Stúfur. Þetta helvítið aðgerðleysi í mótsunum. Ég veið þannig upp á höggu á hverju ári. Ég þópa heppnina minna að þetta 10 í þeirra. Ég þarf mástu 14. desember. Vörnsleikir. Og hvað er þessu plastur? Að gera heilsusamlega fyrir þessu sleikjumær? Forsætisráðherra. Og fólk nátt bara airfryer og mynda grími.
Einhver í pottelingu. Pottaskýfill. Sammála bróðum mínum þetta grími og fræi hvergi dýrindis og kásur og kjötsur og finni alveg pottum. Alveg pottum hvergi. Sérstu pottum sem ég sá var að Þjóðminjasafni. Askasleikir. Háttvirtur ráðherra allir askan horfnir på þessu landi. Ég finn bara skálar og bambus og endur unnir gleði. Ég orðin asklaus, askasleikir. Hvernig haldið að þetta leggist á sáluna? Fyrst ég orðin algjörlega óþarfur og betur settur atvinnulaus. Hurðaskellir. Ég hef ekki mátt skella hurð í 5 ár frá því að háttvirtur umhverfisráðherra setti hljóðmengunarlögin 2010. Þið vitið ekki hvað gerist þegar maður heldur inn í svona lengi. Ég að springa! Skýrdómur. Skýrdómur? Hvað skýrdómur það? Ég gef fyrir hann bróður minn skýrgang. Hann ósáttur með hvað verð og skýri hækkar og hækkar. Svo finnur hann hvernig þetta hreint alvöru skýr. Bjúknakrækir. Það finnur ekki lengur hitabjóu í landinu. Hvernig finnir þið bjúknakrækir ef bjúan harðari en efnahagssáttmálinn? Efnahagssáttmálinn. Ef ég ætla að leyfa fólki að þrýsta bjóður svona, þá vil ég að tannlæknar fari hjá þeim. Gluggageir. Hvað málum er íslenska ámúa? Hvert sem ég kem, sé ég ekki inn. Það er gardínur, rúllugardínur, blakkargardínur og líka snertgardínur sem fara niður þegar ég kem. Hvað heldur fólk eiginlega? Það sé ykkur vitleysingar að hangi í glugganum fólksins. Ég bara skil ekki neitt. Gáttaþefur. Ég nenni eiginlega ekki að koma mín. Ég var alltaf svona jólaldan hjá þessum lafandi kaffi, latte eða rugli. Það er allir með ilmolíu alls staðar. Lafandi kaffi í stofunni, júkalyktur spúst á bænum og ósjálf brís í andinu. Ég stefa mig í kringir og finn hvergi lögabröð. Kjötfrókur. Ég get ekki krækt í neitt lengur. Enginn er með strompa. Allir eru með varmadælur og notaðar loftfrásir. Og allt kjöt er í lofttæmdum plastpokum. Innsigað eins og eitthvað ríkisleyndarmál. Hvernig á ég að fara að því að krækja í þetta? Og að lokum kertasníkir. Seinasta kerti sem ég stal leikti eins og kókos, karamellu, vanillu, súkkulaði, piparköku, latte. Ég kaus ekki 3 daga. Ég samla bara gömlu góðu gæða kertana með heiðarlegum roga og heiðarleg lykt. Eins og steinolíu. Háttvirtur umhverfisráðherra hlýtur að geta haft áhrif á þetta. Það er ljóst að þetta var grýta til aðgerða. Ég legg því til að ríkisstjórnin leggi fram sérstaka jólasveinasáttmála sem þarf að taka gildi fyrir jól. Til þess að tryggja að jólasveinar verði hjá okkur Íslandi leggjum við eftirfarandi til. Háttvirtur samgöngumálaráðherra tekur til máls. Hér koma breytingar á samgöngumálum. Mokstur 14. desember árlega til þess að stúfur sjá upp úr sköflum og komast leysina í skóginn hjá börnum landsins.
Já! Aðgangur jólasveina að fjárhúsum og fróður skal tryggður. Eftirlitsmyndavélar með ekki tilkynna girðingar og stekkjarstöð til lögregluyfirvalda. Háttvirtur fjármálaráðherra tekur til máls. Skýrstuðningur fyrir skýrgjám fær 80% afslátt af hreinu skýri, svo hann þurfa ekki að sækja smálán fyrir skýrdóttir. Einnig var skylda á hverju heimili að því að eina bjúgur fyrir bjúgutæki og tannlækjakostnaðurinn fari inn í fjárlögin. Heimili skulle einnig vera búin að taka kjötur og loftundum umbúðum fyrir kjötfrók. Háttvirtur menntamálaráðherra tekur til máls. Nýjar reglur búsáhald eru svohljóðandi. Það mjög mikilvægt að íslensk börn þekki alveg búsáhald og þekki tilgang þeirra og það verður sett inn í hæfni við aðalnámskrárnar. Hvert heimili skal því að einn ask, eina sleif og einn borð. Askurinn og sleifin skulu vera úr viði. Hvert búsáhald þarf að komast í kynni við matarhafni svo þvott að þvörur og askasleiki geti fengið sinn skerf fyrir jólin. Háttvirtur umhverfisráðherra tekur til máls. Fjölskyldi, þú var sett að gleymi þegar skjaldárðum óáreitu frá miðnætti 18. desember til miðnættis og aðfangadag. Einnig ekki bann við 2 innmálíður til það 22. desember. Laginn er kall og ósæðan prís. Þátt að þeir voru að rétta að þeir var laugabrauð þennan dag því svona framstæðnulegur líf. Og varðandi kertin. Við leggjum til heiðarleg kerti með alveg loga, ekki eitthvað lett blútuð að cinnamon latte prúf. Háttvirtur forsætisráðherra tekur til máls. Varðandi gluggaauðningi. Gluggagæðingar hafa aðgang að minnstakosti einn glugga á hverju heimili. Einnig skal stilla snjallgardínur þannig að þær noti andlitskrana til að þekkja gluggagæði og fara ekki inn í þau. Og eitt að lokum. Við lofum sérstökum jólasveinastuðningssjóði upp á 13 milljónir. Eigum við jólasvein? Jæja, en þetta var gott til þess að hættu við að flytja til Noregs. Nú fundið slitið og þið verður ekki að ágjöf á kartöflu í stór. Gleðileg jól! Sviðsmenn, hljóð- og ljósamenn og konur, ljósmyndarar og gíslarar. Einnig hafa kennarar og starfsfólk skólans unnið bak í brotni við að búa til sýnana og setja þær upp. Gefum öllum gott klapp.
Við viljum biðja ykkur að hjálpa okkur að taka saman skólana. Þið fáið ís á launin. Takk fyrir strákar og gleðileg jól!